Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. júní er fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er köllun í kærleika. Í lexíunni segir drottinn Guð, ljúktu upp hendi þinni fyrir meðbræðrum þínum, fátækum og þurfandi í landi þínu. Í pistlunum stendur, Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisöguna Lasarus og ríkamannin. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 16. kafla. Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Einu sinni var maður nokkur ríkur klæddist purpura og dýru líni og lifði hver dag í dýrlegum fagnaði. En fátækur maður hlaðinn kaunum lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Feginn vildi hann seðja sig á því sem féll af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleiktu kaun hans. En nú gerðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðm Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju þar sem hann var í kvölum hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lasarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lasarus böl á sama hátt. Nú er hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa er mikið djúp staðfest milli okkar og þín, svo að þeir héðan vildu fara yfir til þín, geti það ekki og eigi verður heldur komist þaðan yfir til okkar. En hann sagði, þá bið ég þig, Faðir, að þú sendir hann í hús föður míns, en ég á 5 bræður, til að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hinn svaraði, nei, Faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir taka sinnaskiptum. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýða ekki Móse og spámennunum, láta þeir heldur ekki samfærast, þó einhver rísi upp frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í dag verð ég sett inn í embætti í Patræsfjarðar prestakalli og mér hlýnaði hjarta þegar ég sá þema dagsins, en það köllun í kærleika. Guð kallar okkur öll til sín í kærleika, bæði til fylgis við sig og til þjónustu. Og það mikilvægt að þjónustan sé samkvæmt orði hans og kenningum. Jesús kom með ákveðin boðskap og það mikilvægt að þjónar Guðs haldi starfi hans áfram, svo að orð Guðs og boðskapur kalli ykkur til hans. En hvernig á orð Guðs að tala til okkar ef við skiljum það ekki og enginn útskýrir? Í dag fengum við dæmisögu. Jesús sagði sögur og talaði í máli myndlíkinga inn í samfélag sem gjör ólíkt okkar, eða það reynum við að telja okkur trúum. Þó breytast grunngildin ekki. Guð ávallt hinn sami aldir alda og maðurinn breytist ekki heldur. Okkar megin markmið í lífinu nákvæmlega sömu og fólksins fyrir 2000 árum. En það að hafa í okkur og á, finna hamingjuna, eignast fjölskyldu,
þak yfir höfuðið og búa við fjárhagslegt öryggi í friði við aðra. Það sem við verðum að taka tillit til þegar við lesum þessar sögur er að Jesús talaði inn í aðra menningu og hefðir en við þekkjum og það er menningin og erfikenningar hennar sem á stóran þátt í að móta okkur. Jesús minnti farisea og fræðimenn gyðinga oft á að þeir væru með erfikenningar, kenningar sem þjónuðu þeim sjálfum en ekki Guði. Þær kenningar geta leitt afvega eins og við heyrðum í dæmisögunni sem Jesús sagði ríkamanninn og hinn fátæka Lasarus. Í öllum dæmisögum sínum stillir Jesús upp andstæðum. Hér er meginstefið ríkidæmi gegn fátækt, myndlíking sem er auðvelt að misskilja. Því að hér er Jesús ekki að bera saman veraldlegt ríkidæmi heldur andlegt. Á dögum Jesú var veraldleg velgengni augljósari en í dag. Það er þeir sem voru betur settir, voru betur klæddir, eins og ríkimaðurinn í sögunni. Hann klæddist purpura og dýru líni. Og hann hafði mjög líklega annað holdafar, þó það sé ekki nefnt. En á þessum tíma taldi almenningur auðæfi vera augljósa blessun frá Guði. En varðandi söguna, til hvers kom Jesú? Hann kom til að boða ríki Guðs og þegar hann fór aftur til himins sagði hann að hann færi að búa okkur stað. Ríki Guðs er ekki komið. Þess vegna segir Jesús söguna inn í samtíma gyðinga. Hinn dáni Lasarus fór ekki til Guðs, heldur í faðm Abrahams, ættföðurs gyðinga, sem sagt á betri stað en hinn ríki. Dæmisagan hefði ekki haft sömu áhrif á áheyrendur ef Jesús hefði haft báða mennina ríka eða báða fátæka. Því hér getur ríkidæmi ríkamannsins líka táknað menntun hans og þekkingu á fræðunum, eins og kom fram í sögunni þegar hann vildi vara bræður sína við. Þeir höfðu Móse og spámennina, það er þeir þekktu boðskapinn. Báðir mennirnir dóu og hinn fátæki Lasarus fór í faðm Abrahams. Hinn sat í logum vítis. Svo hvað fór úrskeiðis hjá þessum ríka manni? Hann var fæddur inn í þjóð Guðs, þekkti ritningarnar, hefur örugglega hlýtt ákvæðum lögmálsins, sótt hátíðir gyðinga eins og mönnum bara gera, fært fórnir og borga sitt musterisgjald eins og aðrir. Þó fór hann til heljar. Og áhrifaríkasti þáttur sögunar er að á milli hans og Lasarusar var óyfirstíganlegt djúp og ekki hægt að komast á milli. Djúpið á milli þeirra var staðfest og óhagganlegt. Jesús sagði ekki sögur nema þeir hefðu ákveðin boðskap. Hver og einn þarf að spyrja sig, hvað getur þessi saga kennt mér? Hvað getur vakið mig til umhugsunar? Get ég sett nafn mitt inn í söguna? Er ég ekki fædd inn í kristna trú? Ég þekki Jesú og sögurnar hann og ég hef kannski talið það nægja, af því að ég er ríkulega blessuð af heimsins gæðum. Merking dæmisögunar er tímalaus eins og boðskapurinn sem Jesús færði okkur, en sagan hefur ekkert með veraldlegan auð að gera. Auðæfum heimsins hefur alltaf verið misskipt eins og Jesús sagði, fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur. Sagan kennir okkur að það nægir ekki að þekkja Guð af afspurn eins og Job orðaði það. Því að fyrir Guði er sá fátækur sem á ekki trúna í hjartanu. Nakin fæðumst við og nakin kveðjum við þennan heim. Við tökum ekkert með okkur
nema sálina og hún verður aðeins rík fyrir trúna á Guð. Á meðan við lifum eigum við að safna fjársjóðum sem eyðast ekki, fjársjóðum á himni og afla þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sagan kennir okkur að nakin sál Lasarusar hins fátæka var rík í augum Guðs, en ríkimaðurinn var fátækur. Dæmisagan hefur að auki endalausar ábendingar til okkar, svo sem dæmum ekki náungan eftir útliti hans og aðstæðum. Gjafir, góðvild eða þekking á orði Guðs opnar ekki hlið himins. Sagan minnt okkur á að menning og uppeldi hefta sinnaskipti. Samanber bræður ríkamannsins myndi ekki taka sinnaskiptum þó einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu. En áhrifaríkasti boðskapur sögunar að eftir dauðan breytum við engu. Jesús sagði jafnan sögur í myndmáli og notaði andstæður sem fólk þekkti og í þessari var annar ríkur, hinn fátækur, annar fór á sælustað, hinn í vítisloga, annar var réttlátur, hinn ranglátur. Og endir sögunar gaf fátækum von. Guð hefur ekkert á móti auði. Marga í Biblíunni blessaði hann svo ríkulega að þeir voru stór auðugir. Hann vill að við höfum það gott, að það fari vel okkur, við séum áhyggjulaus og lifum við öryggi. En hann vill fá að vera í fyrsta sæti. Vill að við trúum og treystum á hann. Hann vill að við tilengum okkur nýja boðorðið sem Jesús gaf okkur, að elska hann af öllu hjarta. Já, þemað í dag köllun í kærleika og við erum öll kölluð og það kærleiksríkur Guð sem kallar. Ég las úr pistlinum að við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og við trúum á hann, því að Guð sé kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Við höfum oft heyrt að Guð elskaði okkur fyrst. Hann hefur elskað okkur frá upphafi og ást hans til okkar breytist ekki. Frá upphafi veraldar hafa flætt blessanir til okkar frá Guði, eins og Páll skrifar, Jesús drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann, því að hver sem ákalla nafn drottins verður hólpinn. Guð kallar á okkur öll og með trúna í hjartanu verðum við rík, eigum fjársjóð á himni. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.